Já, sæl á ný. Nú eru konunir til mín nýjir gestir. Það bæjarfulltrúar og hendir borgarfulltrúi. En það Margrét Sanders, Valgarður Lyngdal Jónsson, Sanna Magdalena Mörtusdóttir og Theodóra Þorsteinsdóttir. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Valgarður, þú eru búin að standa í 2 bölum núna svo því. Þú ert kennari og kennarar voru að fá ágæta samninga og Akraness höfst á það að gera ykkur ástæðan kannski til að borga ykkur. Já, það eins og segir, þetta svolítið tvíbent. Mér hefur liðið undanfarið svolítið eins og 2 bestu vinir mínir stæði í blóðugum slagsmálum, sko. Já. Það hefur stundum komið svona sú tilfinning í þessari kjaradeilu sem hefur verið í gangi. Ég hef stundum orðað þetta þannig að sko, og það ekkert bara vegna þess að ég kennari, sko, heldur bara vegna þess að maður sem bara sveitarstjórnarfulltrúi þá hlýtur sveitarstjórnarfólk að vilja hafa hlutina þannig að kennarar séu vel borgaðir og það sé bara vel staðið að menntamálum í landinu. Ég held að við sveitarstjórnarfólk hljótum öll að deila þeirri tilfinningu, sko. En ég hef stundum orðað þannig að maður, sko, á sama tíma, sko, hálf fyrirverður maður sig fyrir þau kjör sem að þessum háskólamenntu sérfræðingum hafa verið boðin. Og svo maður á hinn bóginn nálum yfir fjárhagsáætlun sveitarfélaganna, sko. Og en ég meina þetta bara staðan núna og það þarf að finna út úr því að fjármagna þetta og auðvitað þetta ekkert að eina, sko. Mér finnst það svolítið ódýrt að koma núna fram og segja, sko, að þetta sé núna bara stóra breytan sem að setja sveitarfélögin á hliðina. Það er bara margt annað í rekstri sveitarfélagana sem að erfitt og bara endalausar áskoranir, sko. Þannig að við þurfum á Akranesi að grípa til ráðstafana meðal annars vegna þess að við í yfirstandandi fjárhagsáætlun gerðum ekki þeir peningar sem við gerðum ráð fyrir í fjárhagsáætlun, þeir duga ekki til. Þannig að við þurfum að grípa til ráðstafana. En við þurfum auðvitað líka bara að grípa til ráðstafana vegna tekjufalls vegna þess að það fari ekki út lóðir og vegna lífeyrisskuldbindinga sem að sífellt fara vaxandi og eru þungu baggi á sveitarfélaginu og svo framvegis. Það er bara margt sem að dynur á í okkar rekstri sem að að við þurfum bara sífellt að vera einhvern veginn að reyna að grænda og vinna niður, sko. Og núna stendur til dæmis til að fara með frumvarpum jöfnunarsjóð sveitarfélagana inn í þing og eins og það frumvarp lítur út í dag þá þýðir það 115 milljóna tekjufall fyrir Akraneskustad. Þannig að þar er eitt sem það aldrei stór biti, ekki? Það bara mikið högg, bara mjög mikið högg og við erum ekkert alveg sátt í stöðumála þar. Nei, en ég man ekki hvort ég sagði, þú ert forseti bæjarstjórnar á Akranesi. Já. Margrét Sanders, þú ert í minnihluta í Reykjanesbæ. Hefur verið í meirihluta? Nei, eiginlega, jú, Sjálfstæðisflokkurinn bara hefur verið í meirihluta mikið part en ég hef verið í minnihluta en við erum lánsöm þar, við vinnum mjög vel saman og að langmestu leyti eru menn sammála en það við erum ekki saman flokki og þá að ég og Theodóra til dæmis deilum mjög oft sömu skoðunum að þá erum við í sikkurum stjórnmálaflokknum og sikkura lífsskoðunina. Þannig að ég er sjálfstæðismanneskja. En þar helstu verkefnin ykkar eiginlega flóttafólk og... Já, það hefur orðið mikil breytinga og til batnaðar. Og ég held ég held ekkert með það. Ég er mjög stolt af nýjum formanni Sjálfstæðisflokksins þegar hún var dómsmálaráðherra að hún lagði áherslu á að dreifa álaginu sem og við vildum ekki vera að blanda okkur í þá deilu hvort það ætti að taka á móti fleirum eða færri fólki sem sækir alþjóðlega vernd.
það er mjög flókið mál. Við vildum einbeita okkur svolítið á okkar sveitarfélag og sagðum bara, það er uppselt. Og maður fór alltaf seint inn í þá umræðu því að þetta er mjög hættuleg umræða því að þetta gæti virkað eins og það verður bara verið að segja viljum útlendinga eða eitthvað svoleiðis sko. Þetta var asnaleg umræða. En við vissum nú öll að því að þið tekið við mjög mörgum. Allt og mörgum, þetta var algjört rugl sko. En þannig að núna er það miklu betra en það er ekkert friður um þetta í Reykjavík, þannig að það er aldeilis ekki, þannig að maður veit ekki, og enn heyrast raddir þar sem að menn segja að þeir sem eru að sækja alþjóðlega vernd eigu víst að vera bara þarna á Suðurnesjum. Það er mjög þægilegt að hafa þá skoðun, það er bara að opna landið og allir eru að fá að koma inn og þeir eru bara að vera hjá okkur sko. Það er bara sérstakt. En Guðrún átti að byggja svona geymsluhús. Já, það var náttúrulega ekki þannig, það var eiginlega bara í rauninni á meðan að þetta er skammtímaúrræði, þetta eiga að vera 48 sólarhringar, 48 klukkustundir ætlaði að segja 2 sólarhringar, 48 sólarhringar. En það er sko, auðvitað eiga þessar umsóknir bara að ganga hratt og vel fyrir sig og það er náttúrulega bara ömurlegt til þess að vita að margar umsóknir eru allt og lengi í kerfinu og börn eru að byrja í skóla og eru að aðlagast og annað og svo bara neyði miður, umsóknir hafnað og þau bara færa annað. Þannig að þetta náttúrulega virkar ekkit vel. Þannig að þetta þarf náttúrulega að vinnast betur og held ég á réttinni leið sko. Sanna, þú fórsetti borgarstjórnar, til hamingju með það. Takk fyrir. Þetta er virðulegt embætti. Já, ég er svona einmitt var alltaf að kynnast þessu bara betur og þetta er náttúrulega meðal annars utanumhaldum fundi og það er svona athyglisvert að sitja í þessum stól og svona vera að halda utanum fundi og svona kynna mælendaskrá og það. Þannig að þetta er svona ný hlutverk sem að ég er í núna í borgarstjórn en bara ánægilegt að þessir 5 flokkar hafi náð saman með skýra sín fyrir þann tíma sem eftirlifir kjörtímabils og ég myndi segja að núna séu svona skýrari línur í rauninni hvað varðar svona hugmyndafræðilega flokkarnir sem eru þá í minnihluta og þeir sem eru í meirihluta og við höfum kosið að tala okkur sem samstarfsflokkana. Við erum í samstarfi, við erum með samstarfsyfirlýsingu og erum að leggja áherslu á ákveðin mál. Já, en það er nú aðeins svona með laun borgarstjóra að það kom nú leiðrétting í útvarpinu í hádeginu að það var búið að segja að launin hefði hækkað 170%. Já, hjá sambandi íslenskra sveitarfélaga. Og núna leiðréttir það niður í tæp 50. Það er sem sagt laun borgarstjóra og síðan eru þá laun fyrir önnur störf sem borgarstjóri hefur tekið að sér sem er formaður sambands íslenskra sveitarfélaga og það eru sem sagt kjörnir fulltrúar sem er runni komast í þá stöðu, geta í rauninni sótt starf þar og þetta eru þá kjörnir fulltrúar frá öllum kjördæmum og það er ekkert launungamál hvað okkur sósíalistum finnst laun kjörinna fulltrúa og há laun og ég hef alveg tekið það fram að mér finnst alveg eðlilegt að það yrði farið í einhverju svona vinnu við það að bara skoða heildarsamhengið og skoða bara svona í samfélaginu hvað finnst okkur eðlilegt að hæstu laun séu í samhengi við lægstu laun til dæmis. Ég meina eins og Reykjavíkurborg er stór vinnustæður og fyrir mitt leyti þá finnst mér alveg eðlilegt aðeins að skoða bara þú veist hvert er þetta eðlilega viðmið, hvað finnst okkur eðlilegt í því samhengi. Og þess vegna tala að lækka þín eigin laun. Já, og ég meina það eru skiptar skoðanir varandi þetta, en þetta er svona sem ég sé fyrir mér sem langtíma sýn, að mér finnst alveg eðlilegt að taka einhvers konar svona umræðu og svo er líka ýmislegt inn í þessu að mér skilst að fráfarandi borgarstjóri Einar Þorsteinsson sé á biðlaunum í hálft ár. Þrátt fyrir það að vera í rauninni komið með stöðu sem borgarfulltrúi og fær greitt fyrir það. Þannig að maður má líka alveg setja spurningumerkja bak við hvort að það sé eðlilegt. Hann sagði upp í borgarstjórastarfinu. Þannig að ef maður svona segir upp starfið að þá er ekki alltaf lítið svo á að manneskjan eigi að fá greitt fyrir eitthvað vinnuframlag sem hún er ekki að sinna vegna þess að hún ákvaða hverfa braut. Þannig að það er alveg ýmislegt í þessu. Það eru þetta álagsgreiðslur ofan á grunnlaun, alls konar svona sem bætist oft ofan á laun sem að mér finnst alveg eðlilegt að taka umræðu Já. Theodóra Þorsteinsdóttir, þú í Viðreisn og minnihluti í Kópavogi. Já, ég er þar, en við erum ekki svona heppin. Má ég biðja að koma aðeins nær hljóðnamann? Já, við erum ekki svona heppin eins og Margrét, það er ekki mikið samstarf á milli meirihluta og minnihluta í Kópavogi núna. Að skilnaðarstefna í borgarstjórn? Í bæjarstjórn, já, það er svolítið þannig. Þannig að það svona voru tekin upp svolítið nýjum vinnubrögð núna á síðustu kosningum
Þannig að það svona ólíkt því sem áður hefur verið, þá hefur alltaf staðið sameiginlega að fjárhagsáætlun. Tillögur hafa verið samþykktar hjá hverju sem bara ef það kemur góð tillaga þá það bara samþykkt. En það ekki þannig núna. Ég held raunverulega það ekki verið neitt samþykkt frá okkur og við stöndum ekki sameiginlega fjárhagsáætlun á vinnunni. Þannig að það svona, þetta ekki eins skemmtilegt. Það blæbrigða muni frá því sem var. Það það. Fylgir nýjum bæjarstjóra? Já, bara nýjum meirihluta. Þú veist, þetta fólk sem kannski flestir koma þarna nýjir inn og þetta svona kannski bara, já, þau voru með mjög þetta svona, ég finn þetta svona meiri, þetta svona yktari hægri hópur. Sem núna? Sem núna, já. Og þannig að það kannski erfiðir að ná einhvers konar málamiðlun í slíkum hópi. Það höldum áfram við það sem að við tala áðan nýja kennarasamninga og þetta hlýtur bæjarstjórn Kópavogs bæjarstjórinn, já. Hlýtur að þurfa að auka tekjur, bregðast við þessu einn annan hátt. Eru fann að ræða það eitthvað í borgarstjórn, í bæjarstjórn? Já, bæjarstjórinn kom sérst með tillögu inn í bæjarráð og það var nú ekki mikil umræð hana, heldur var því bara vísað þar sem að það koma fram einhverja tillögur hagræðingu en ef að þessi meirihluti á upp í erminni einhverjar tillögur frekari hagræðingu þá væri mjög gott að fá þær fram en sveitarfélög eiga náttúrulega alltaf að vera að hagræða og eiga alltaf að vera að finna svona bestu leiðina þannig að það verður bara áhort að vita hvort þetta verður niðurskurður einhvers staðar eða hvort það sé hægt að hagræða eitthvað en frekar. Ég hins vegar á þeirri skoðun að þetta var nauðsynleg hækkun á launum kennara. Þannig að ég studdi baráttu þeirra að hækka laun og ef að sveitarfélögin ráði ekki við það þá þarf að verða einhver breyting á og mér finnst þetta að vera svona grundvallar atriði að laun kennara og laun leikskólakennara starfsaðstæður þeirra og svona húsnæði þessi vel við haldið og þannig að öllum líði vel. Mér finnst þetta að vera það stór partur af okkar skildum að við þurfum þá bara að gera eitthvað annað. Við þurfum bara að hætta að byggja nýjar keppnistúkur og eitthvað svona, þú veist, í bili ef svo eða bara hugsa þetta upp á nýtt. Hugsa bara, stærðir sveitafélaga. Er þetta heppilega stærðir eins og þetta í dag upp á það að vera góð stærð til rekstrar og það svo margt sem að væri hægt að ég algjörlega viss það ef við myndum byrja með aukt blað í dag þá myndum við ekki hafa Seltjarnarnesbæ sem eitt sveitafélag og sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu sem liggja nú alveg hlið við hlið með þessum hætti. Ég myndi með ykkur fyrir ykkar vilja þá að taka þetta lengra og skoða fá bara alvöru rannsóknir á því hvað út frá þeim skildum sem við höfum og þessum mikilvægum verkefnum ef að sveitafélögur ekki ráða við þetta, þá þurfum við að gera eitthvað annað. Þá þurfum við bara að skoða raunverulega forsendu fyrir rekstri sveitafélaga og skoða þá bara hvaða stærð það sem er heppileg og skipta þessu einhvern veginn upp á nýtt af því að við erum alltof, mér finnst við vera svolítið svona gamaldags. Við erum svo rótgróin og föst í því að þetta er bara eðlilegt en ég myndi svo gjarna vilja taka umræðu, ég veit að hún mun örugglega þurfa að taka sinn tíma en ég myndi líka vilja að sambandi myndi beita sig fyrir því eða háskólinn eða einhverjir fari frekar rannsóknir á sveitastiginu af því við erum nú að svona Það tala sameiningu sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu Já, bara þú veist bara sameinenda heppilegt að við séum svona stór eða heppilegt, ég heyrði einhver staðar það hefur verið sagt í einhverju ritgerðum og því fleygt fram að þetta gæti verið svona 50.000 manna sveitafélag væri heppileg stærð upp á rekstur og ekki missa kannski sjónar af nærsamfélaginu okkur sliðis. Ég hef ekki hugmynd það. Ég myndi vilja sjá rannsóknir á þessu ef við erum ekki að ráða við þetta. Þú veist, ef við erum ekki að ráða við það eru sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu sem í basli. Kópavogsbær þó að því sé fleygt fram að þetta sé velrekið sveitafélag þá eru að taka 5.000 milljónir lána hverja einasta ári. Þú veist, þetta er vesen og núna stígur bæjarstjórn okkar fram og ætlar að hagræða út af þessum hækkunum sem mér finnst eru nauðsynlegar en ef við getum það ekki þá myndi ég alveg vilja stokka þetta upp og fá alvöru gögn rannsóknir þetta. Stendur ekki sterkar en það?
Nei, Kópavogsbær stendur ekki sterkar en það. Við erum í gríðarlegum lántökum og við höfum verið að skila sveitarfélöginni tapi mörg síðustu ár. Þannig að hérna, það er bara pólitíkin sem að raunverulega stoppa þetta af. Því að mér finnst vanta einhverja svona meiri umræðu sveitarstjórnarstigið. En svo bara aðeins að skjóta inn í, svo eru sveitarfélögin að sinna ýmsum verkefnum, mikilvægum verkefnum þar sem það er alveg skýrt að ríkið ber í rauninni ábyrgð, svona fjárhagslega ábyrgð og hefur ekki verið að koma inn með eins og þeim ber í rauninni skylda til og þá getum við til dæmis skoðað málefni ungmenna með fjölþættan vanda og ýmislegt sem að bara tekjustofnar hafa ekki fyllt. Þannig að það er líka mikilvægt myndi ég segja að skoða einmitt hvaðan tekjurnar eiga að koma. Ég mér langar aðeins að því að nú er ég stjórn Sambands sveitarfélaga og ég bara verð alltaf pirrari og pirrari. Þú veist að ég verð aldrei pirrari, en samt segi ég þetta að það er alltaf einhverjir að stíga fram og segja við viljum hækka laun kennara. Og svo þið að vonda fólki sjálfstæðismenn og framsóknar, þið viljið ekki. Og ég skil ekki þessa umræðu. Mér finnst þessi umræðu svo galin og ég á vona því að þið á Akranesi viti meira heldur margur af því að mér finnst þetta hafi ekki komist næra til skila hvernig aðdragandi var að þessu. Þetta er spurningu starfsmat svokallað eða virðismat sem allar stéttir, allir sem vinni á sveitarfélögum fari gegnum þetta starfsmat nema kennarar. Og það voru ekki bara kennarar sem skrifuðu undir 2016 einhverja ákveðna breytingu á launum og annað. Það var líka fulltrúar hjá BSRB og BHM, háskólamenntaðir. Vegna þess að menn voru að reyna að skoða þessa viðurkenningu varðandi þá sem að vinna hjá sveitarfélögunum að þeir væru að fá metið vegna þess að fólk er búið að leggja í langt nám og dýrt nám. Og það var búið að tala það innan stjórnarsambandsins sem alltaf stóð saman á öllum fundum kom alltaf fram sem ein heild að við vorum öll búin að viðurkenna það að kennarar ættu að fá hærra og í gegnum virðismati vegna þess sem að Sanna og hennar fólk hafa verið að tala það var gerður ákveðin samningur hér í íslensku þjóðfélagi vegna þess að við ætlum öll saman að ná niður verðbólgu og það er ekki þannig að einhverjir að fá eitthvað meira. En af hverju vorum við að tala kennarana vegna þess að það átti eftir að fara í gegnum starfsmati og þeim. Það var bara þannig. Þannig að menn verður alltaf að standa við samkomulag sem að allar stéttur eru með. Það sem sat í stjórninni var að kennarar vildu bara árssamning. Allir aðrir eru til 2028 og áttu við að fara að samþykkja 6% og árssamning. Síðan kemur sáttasemjari með tillögu 6% hækkun inn á virðismatið, myndi ekki vera tekið í burtu, það myndi hætta á virðismatið og árssamning. Það satt rosalega í okkur, rosalega. Við ákváðum að samþykkja. Hvað gerðu kennarar? Þeir höfnuðu þeim samningi og vildu meira. Það var ekki vegna þess að kennarar voru endilega hafnaði. Nei, það var einhver frá ríkinu sem kemur inn og fer að tala 8%. Það er ekki enda búið að gera upp hvaðan kom það. Þannig að þetta eru þessi 6%, við vorum alveg vissum að virðismati myndi taka það. Það var bara eitthvað sem þeir áttu inn og voru allir sammála því. Þetta er það sem er að gerast í þessari vegferð þegar að kennarar hafna samningnum, þá fór ég ekki og birti myndir af fólki og sagði hverju svaraðir þú? Finnst ykkur eðlilegt einelti sem kennararnir sem við erum fyrir í stjórninni sem voru búin að samþykkja hækkun meiri hjá kennarum? Þetta var algjörlega galið hvernig var stigið fram gagnvart stjórnarmönnum. Af hverju var það? Vegna þess að stjórnin hitti síðan sáttasemjara og aðra áfram með þetta ár og voru komin upp í 8%. Og við segjum, við viljum allavega hafa einhverja trygginga menn fara heilum hug í starfsmatið. Við höfum áhyggjur á öðru fólki á vinnumarkaði sem var búið að gera ákveðin samning til að ná niður verðbólgu. Það var bara þannig. Öll stjórnin sammála. Það voru mjög skiptaskonar og líka á fyrri stigum, er að segja, ég var að mótmæla einhverju, örugglega gamall kennari og þá var sagt, Margrét, við verðum að vera alls saman í þessu. Þú veist, stjórn sambandsins, við erum saman og við vorum saman. Og í fundagerð sambandsins, þegar við erum með sáttasemjara, þá er fundagerð sem allir geta lesið, þessi stjórnir hafnar þessu óskar samt eftir, en í umræðinu á milli okkar var
Við ætlum okkur að samþykkja þetta, þarf bara að setja betri, að stoppa betur af, að samningarnir myndi ekki bara detta út, bara það yrði bara einhver samningar eftir ár og allt upp í lofti og að fá 8% í viðbót þá. Það gengur ekkit upp, gagnvart öðrum á vinnumarkaði. Þannig að við vorum í rauninni bara í góðri trú að sáttasemjari myndi vinna það aðeins betur, en við sáum bara í fréttum að það var búið að gera einhverja samninga og svo kemur þessu upp að koma að borgarstjóri kallar og segir ég stóð með ykkur. Stóðu við ekki hinn með kennaranum? Hvað var þetta? En ég ætla ekki að fara að tala illa vegna þess að ég og Heiða höfum alltaf átt frábært samstarf. Þannig að ég ætla ekki að fara að tala það. Þetta olli einhverjum skrýtnum misskilningi. Þannig að allt í einu sátum við uppi með Svarta-Pétur og við værum bara á móti því að styðja kennara og allir að stíga fram. Við stöndum með kennurum og aumingja þeir í stjórn sambandsins því að eins og hún sagði áðan og sanna. Þetta eru margir flokkar inni. Þetta er frá öllum kjördæmum og annað. Þannig að við sátum bara uppi með það að við værum bara einhverju pólitík. Og ég bara skildi ekki hvaða pólitík það átti að vera því að það voru ekkert bara sjálfstæðismenn og framsóknarmenn. Þannig að ég bara leiðrétta það að það er sannarlega vegna virðismatsins og að þetta er innágreiðsla og vonandi verður þetta til 2028 friður á vinnumarkanum. Við náum sameiginlega verðbólgunni niður og allir eru í sama leiðinu. Við verðum bara að vera þar. Afsakið, en það er ekki meiri peningur en það, ég get alveg brosað yfir þessu, en þetta er bara skrítin umræða og óþægileg umræða. En hvað segir kennar? Ég ætla aðeins að fá að leggja orð í belgi fram á þessu. Það varð svolítið skrítin atburðarás þarna í lok deilurnar frá því að sáttasemjari leggur fram sína innanhústillögu og þangað til síðan er samið á þriðjudeginum eftir. Það var kannski svolítið vond tímasetning svona rétt fyrir helgi. Vegna þess að rétt fyrir helgi þá samþykkja kennarar innanhústillögu sáttasemjara stjórn sambandsins Hafnarinni. Og ég ætla ekki að, ég hafði ekki smekk fyrir þessu, bara svo ég segi það, þessu nafnakalli sem að þá fór á stað. Að reyna einhvern veginn að setja andlit fólks á píluskotskífur og eitthvað svoleiðis. Ég hafði ekki smekk fyrir því að hendi minna kollega, míns stéttarfélags. Mér fannst það ekki smart vegna þess að allan tíma fram að því hafði kennarasambandið staðið sér miklu betur í öllu PR-dæmi í kringum þessa deilu heldur en sambandið. Það stóð ekki steinn yfir steini í bara kynningamálum og svona fjölmiðlatengslum sambandsins alla deiluna meðan við hvað kennarasambandið kom öflugt fram með auglýsingaherferð á síðasta ári virði og mikilvægi kennara og menntakerfisins, fjárfestum í kennurum. Bara kennarar unnu PR stríðið í þessari deilu. Bara algjörlega. Fram að þessu. Mér fannst þarna vera gengið oflangt að ætla einhvern veginn að kalla fram einn og einn einstakling og eins og ég segi, setja andlitir á píluspjöld. Og það grátlega í þessu er það að það er svo augljóst að þetta munaði svo litlu. Þetta var bara eitthvað smá atriði varðandi mögulega uppsögn á samningnum sem að þurfti bara tvíka til á okkur stað þar sem að báðir aðilar getur verið sáttir. Í staðinn að þá leið heil helgi og það var ekki funda fyrir en á þriðjudeginum en þá tók það heldur ekki nema nokkra tíma að komast á samkomulagi. Hvað fundur byrjaði klukkan 3 og það var skrifað undir samninga miðnætti. Og það hefði verið hægt að komast hjá svo miklum látum, leiðindum og sárindum ef það hefði bara verið hægt að ganga bara aðeins reyna til verks og klára bara dæmið. Þannig að já, ég var ekkert ánæður með
með mitt stéttarfélag akkurat þarna, eins og ég hafði verið gríðarlega ánægður með því alla deiluna. Ég var að spyrja því svona út í fjárhags sveitarfélagsins til að standa undir þessu skildum sínum, en veit ég, eru þið fann að ræða þetta svona? Þetta eru við með takmarka fjármagn og við þurfum að forgangsraða fjármunum, þannig við séum að sinna okkar lögbundnu skildum, en svo eru þetta ýmislegt sem við viljum fara í og þá þurfum við bara að ræða hreinskilið hvernig ætlum við að fara að því að við erum ekki með endalaust fjármagn til að sinna þessu allir saman, en mér finnst ýmislegt koma inn í að við þurfum auðvitað að skoða hvaðan tekjurnar koma og það er eins og hefur verið nefnt áðan, það er ég held að sé ennþá inn í samráðsgátt varðandi jöfnunarsjóð eða nýlega komið úr samráðsgátt að það er til dæmis verið að tala um höfuðstöðvarálag varðandi þá þessi stærstu sveitarfélög, Reykjavík og Borg og Akureyri jafnvel og hvort það sé eðlilegt að þau fái auka greiðslur vegna bara í rauninni þess sem að þau sinna og mér finnst alveg athyglisvert að skoða það er auðvitað ýmisleg svona þjónusta sem að Reykjavík og Borg er að sinna og bjóða upp á og hefur sérstöðu sem höfuðborg landsins, þannig að mér finnst þetta líka að við þurfum að skoða bara hvaðan eru tekjurnar að koma og eins og við sósíalistar höfum talað í gegnum tíðina, þá finnst okkur þetta eðlilegt að skoða útsvar, hver er að greiða útsvar, hver er ekki að greiða útsvar, en það eru þetta bara svona langtíma verkefni að leitast við að ná einhverjum breytingum að því, þannig að þangað til þurfum að hugsa bara hvað fjármagn höfum við, hvernig nýtum við það sem best og það sem við erum að gera núna í þessu samstarfi, við erum að fara í rauninu bara mjög ítalega og vel yfir útgjaldalið og sjá hvort það sé eitthvað svona tækifæri til þess að forgangsraða fjármunum betur og það er bara ýmislegt þar undir sem þarf að skoða, þetta er náttúrulega stór vinnustaður, margar starfsstöðvar, það er ýmislegt undir og við þurfum auðvitað bara að forgangsraða fjármunum. Þannig að það gæti á stutta tíma eða 15 mánuðum eitthvað sem að þið sitji þá mega borgarbúi kannski að það komi til niðurskurðar einhver, það verður dregið úr einhverju þjónustu, framkvæmdum seinkað. Sko, við þurfum auðvitað bara að skoða hvernig við ætlum að gera þetta. Mér finnst mjög mikilvægt að við séum ekki að fara að skera niður í mikilvægri grunnþjónustu því það líka bara býr til kostnað seinna meir og það er auðvitað bara eitthvað sem gengur ekki upp ef við erum að fara það gengur ekki að skera niður í ykkur svona grunnþjónustu hvað varðar þess að nærþjónustu við íbúana og þess vegna er ég líka bara ánægð að sjá að þessir 5 flokkar hafi náð saman því að eins og ég sé þetta þá svona hefur maður áhyggjur að því sem að flokkar á hægri vængnum myndi kannski leggja áherslu á hvað varðar svona þessa grunnþjónustu áformum jafnvel einkavæðingu eða útvistun og hvað það hefur í för með sér, hvernig það hefur til dæmis áhrif á launakjör þeirra sem að sinna störfum sem að hafa verið sett í útvistun og svona ýmislegt sem maður hafði áhyggjur af ef að þessir flokkar hefði náð völdum á 15 mánuðum. Nú eru deilur varðandi leikskólan sem að Aktavís vildi koma fór? Alvotek, emitt. Sko, við auðvitað bara gáðum það út að það yrði að finna lausnir en á þess að stíga í 8 fyrirtækja af væðingu leikskóla og eins og bara skólasamfélagið hefur verið að fjalla og fleiri að þá auðvitað eru alls konar svona spurningar sem vakna ef við fyrir að opna á það stórfyrirtæki sem hafa ekki leikskólastarfsemi eða skólastarfsemi í sinni svona kjarnastarfsemi að það geti haft mjög alvarlegar afleiðingar för með sér og geta alveg skilið að foreldrar og barnafjölskyldur séu bara bíða eftir því að Reykjavík og Borg og sveitarfélög komi með einhverjar raunverulegar lausnir, ég get alveg skilið það bara fyllilega vel en það er alveg mjög mikilvægt að staldra hans við þegar við erum farin að hugsa að bankar eða lyfjafyrirtæki geti fara að sjá rekstur leikskóla, ég meina þetta hefur ýmislegt í för með sér varðandi bara tengsl starfsmanna við atvinnurekanda, hvað til dæmis gerist ef þú missir starfið, hvað þú segir upp starfi. Þetta er svona óeðlileg tengsl í rauninni við atvinnurekanda upp á að vera háður að fá pláss fyrir barnið þitt. Hvað þýðir þetta upp á í rauninni forgang? Fyrirtækin, myndi þau fara fram að forgang fyrir í rauninni börn sinna starfsmanna? Hvað þýðir það upp á bara þessa röð sem við höfum verið að styðjast við, þar sem að forgangsraða eftir aldri, eftir kennitölu? Alls konar svona spurningar sem vakna. Þú veist, hvernig líka lítur þetta út eftir 20 ár, 50 ár, 70 ár ef við erum jafnvel farin að veita húsnæðisstuðning eða opinberan stuðning til þess að stórfyrirtæki geti rekið leikskóla, hvað verður þá leikskólastig Reykjavík og Borgar, hvernig ætlum við að byggja það upp og efla og hafa áhrif á í rauninni
menntastefnu og ýmislegt svona, bara mjög margar stóra spurningar sem vakna og fyrir mér þetta ekki eitthvað léttvætt skref sem við getum bara tekið og einhvern veginn verið ánægð með, við þurfum að staldra við og spyrja bara hvaða afleiðingar gæti þetta haft í för með sér og sérstaklega líka bara varðandi hvernig það er skortur á leikskóla kennurum. Hvernig erum við að fara að leysa eitthvað ef einhver þriðji aðili sér að útvega bygginguna eða mjög margar spurningar sem vakna. Og hafa þeir ekki svarað eða sendu spurningar til þeirra eða? Nei. Það hefur verið ekki komið nægilega fram fyrir og leiðréttum ef það er rangt. Mér finnst, ég skildi það þannig og sem ég var mjög ánægð með hjá Alvatek til einmitt út af því ef að einhver hættir að þá í hvað stöðu er barnið og fjölskyldan að það er tekið fram að hluti af þeim leikskóla sem að þeir ætlaðu að vera með er fyrir sem hverfisskóli. Þannig að það átti ekki að hafa áhrif. Þannig að það er bara útfærslatriði og ég held að ef við erum í rauninni með öfluga eins og við erum með einkarekstur í heilbrigðisgeiranum og hann hefur tekist vel og við erum með einkarekstur, við erum ekki með einkavæðingu eins og Bandaríkin eru með. Og þetta er bara spurningu sjálfsagt að anda aðeins með nefnu og bara og rjúki ekki að stað en ég held að við getum eins og í Reykjavík og eins og í Reykjanesbæ að þar eru börn að komast allt og sent inn í leikskóla. Ég meina að börn eru næstu orðin 3 ára í sumum tilfellum eins og í Reykjanesbæ og ég er búin að sjá nokkra vera að ræða það hjá ykkur í Reykjavíkurborg hvað þetta er slæm staða og ég fagna því að fyrirtækja sér tilbúin að koma til liðs við okkur en ég hef eina bara mjög sterka skoðun er ég alltalandi að það er leikskólakerfið sem slíkt mér finnst við saman þurfum að taka svolítið ákvörðun þú veist, ef að þetta er fyrsta skólastig, við erum búin að viðurkenna það og er það þá þannig að börn mæta klukkan 8 til 4 í skólanum eða er hluti af þessu kennsla og hitt frístund og þá við erum með alls konar fólkin á leikskólanum ætlum við að stefna því að vera með 100% leikskólakennar allan tíman. Mér finnst við ekki vera búin að klára þessa umræðu hvernig leikskóla ætlum við að vera með. Þannig að það er gjör ólíkt að vera með ekki pössun en bara svona frístundarskóla eða skóla, almennt skólakerfi. Þannig að ég vil sjá okkur fara að setjast niður og ákveða hvernig skóli og hvað erum við að segja fyrir þessi yngstu börn. Er ekki viðmiðið 65-70% að við mönnum leikskóluna með 65-70% alla 7,5 tíma fagfólki? Við erum langt frá því á Íslandi. Það vantar mörg 100 leikskólakennara og þetta er issue sem við þurfum að taka upp og reyna að finna ykkur lausnir á. Hvernig ætlum við að manna skólana þó að þessu upp í þessa prósentu sem að hefur verið svona sett fram sem einhvert ofinbert viðmið. Við erum við erum frábærlega sett á Akranesi, við erum með 1 af 4 leikskólum sem er í þessari prósentu og hinir eru einhvers staðar svona rétt fyrir neðan. Önnur sveitafélög eru bara ekki svona lánsöm. Ég meina við sjáum það að þegar að leikskólinn í Snæfellsbæ var í verkfalli daginn, þá voru 6 í verkfalli og 22 í vinnu. Og þetta er bara staðan út landið það vantar mörg 100 manns fagmenni í leikskólafræðum til þess að manna leikskólana þó upp í þau viðmið sem að svona hafa verið sett fram opinberlega. Þannig að ég held að viðmið þetta er svona cirka 27 upp í 35%. Sveitarfélögin eru að ná en ég held að það var svona óskastaðin hjá mér að sambandið myndi þróa þetta verkefni svolítið áfram vegna þess að það er komið Hafnarfjarðarmódelið, Mosfellsbæjarmódelið, þau eru með ungbarnaleikskóla, Kópavogsmódelið, svo Garðabærin að gera eitthvað annað, Akureyri að gera eitthvað annað, að við þurfum einhvern veginn að þróa þetta saman. Það er svona allan mín skoðun, að þetta sé ekki svona ólík kerfi og staðin í Kópavogi, ég meina barnabandið mitt er ekkert að komast inn í leikskólan fyrir 27-8 mánaða næsta haust, þannig að það er ekkert endilega frábær stað þar heldur. Þú þarft að passa?
Já, algjörlega. Það bara amman eins og svo ofta áður, sko. Það hérna, og svo náttúrulega líka þessi 6 tíma gjaldfrálsa sem að Kópavogsmódelið og fleiri, reyndar Akureyri dró hækkunina tilbaka, því að Kópavós bara hækkaði náttúrulega 7, 8, 9 tíma, svo mikið, þannig að þetta fór alveg 40-50% hækkun á gjaldskrá sem að verður svona ákveðin svona mjög mikill hvati til þess að börn séu bara 6 tíma, en þá hvað tekur við? Þá náttúrulega bara einhver sem þarf að sækja fyrr, hvort það sem það sko hver það sem að hvort það sé konan eða maðurinn sem að grípur fyrir inn í það og af eða þá fengið einhvern úlingur eða einhvern til að sækja og svo bara veit maður ekki alveg hvað verður með barnið þarna það milli, hvort þetta sé barninu fyrir bestu. Þetta svona við hefum ekki fengið neina sannfærandi rannsóknir eða skoðanakannanir á því þetta sem að kemur fram, en þannig að mér finnst að við ættum að reyna að samræma svolítið betur sveitafélögin, öll þessi mörgu sveitafélög, því að ég ætla líka, ef ég má aðeins þegar ég var að tala um þessar hagræðingar aðgerðir og það að við stöndum í einhverjum vandræði núna út af alls konar og líka það bara þessi endalisa umræðum hvað hlutverk ríkisins og þessi samskipti ríkis og sveitafélaga, þá finnst mér líka það svo margt sem við höfum rætt gegnum tíðinni. Ég er búin að vera þetta núna í rúman áratug höfuðborgarsvæðinu sem setur þetta fulltrúi og við sjáum það eru fullt af málaflokkum eins og bara til dæmis opinber innkaup sem við gætum gert svo miklu betur og það eru sérþekking, ráðgjöf í skipulagsmálum, það eru alls konar svona innan stjórnsýslunar sem að við gætum saminast bókhald, launagreiðslur, það er alls konar opinber innkaup og fleira, en sem að hver og einn að sinna hjá sér og gera það ekkert endilega alltaf rosalega vel og þannig að með skilvirkni og hagkvæmni þá vil ég bara endurtaka það að það eru fullt af tækifærum þarna úti ef við horfum ekki svona pólitískt á sveitafélagsmörk og mér finnst bara til dæmis eins og í opinberum innkaupum sem að ég hef rætt ítrekkað hjá Kópavogsbæ sem þegar ég verið meirihluta 14 til 18 þá litum við gera skýrslu og litum taka úttekt á innkaupunum okkar og við fengum bara raskell. Við vorum ekki að gera þetta vel, við vorum ekki að fá þá afslætti sem að við hefðum hugsanlegt að fá. Við erum ekki að nýta okkur þessi örútboð eða útboðsmálin frekar og við erum ekki að gera þetta í öllum sem stofnunum neitt með sérstaklega hagkvæmum hætti. Svo settur á leggina spretthópur nú nýverið, en það hefur ekkert mikið breyst. Og höfuðborgarsvæðið til dæmis bara sem eitt svæði, hvort sem það er í opinberum innkaupum, launagreiðslum, félagslega húsnæðiskerfinu, húsnæðismálum yfirleitt og bara skipulagsmálum, alls konar mál sem við getum þá að byrja að þróa þó að það sé ekki beint að vera að leggja til sameiningar. En við höfum að stíga miklu stærri skref í að við ætlum að horfa á hagræðingu, þá skulum við horfa á hópinn. Innkaupastofnun sveitafélag næstum því vegna þess að þetta er svo orðið mikil sérþekking í þessum útboðsmálum og sveitafélögin er ekkert endilega að standa sér rosalega vel, við höfum verið að fá alls konar raskelli og þetta kostar alveg mjög margar milljónir, þessi útboðsmál ef þau heppnast ekki, þetta er eins og í ljósastýringamálin á höfuðborgarsvæðinu sem að við höfum ítrekkað tapað Kópavogsbær líka og það kostar okkur mjög mikið. Útboð og ræstingu hjá Kópavogsbær það var líka misheppnað og töpuðum því. Það er alls konar svona mál sem að við getum gert, það þarf ekki endilega að vera hvort sem það er þjónusta eða vörukaup eða verkkaup eða hvað sem er. Sameiginlega getum við gert miklu betur með sérfræðiþekkingu. En eins og þessi útboðsferðli, þetta er orðið svona stórt, því það eru viðmið og það eru lög og það er alls konar svona, sveitafélagi þarf að uppfylla ýmislegt þegar það býður eitthvað upp og við vitum til dæmis að Strætó BS tapaði í máli og er að greiða fyrirtæki skaðabætur 100 milljóna. Þannig ég spyr alltaf, ég veit að það eru bara ákveðnar reglur sem þarf að fylgja og lög og allt það, en maður spyr sig
hvaðan þetta allt saman komið, af því þetta líka dálítið að flækja, hlutina, af því að við erum komin á dálítið sérkennilegan stað ef að sveitafélag má ekki sinna einhverju tiltekinni þjónustu af því að það þykir eðlilegra að fyrirtæki geti boðið í þjónustuna og að þau, ef við erum fann að skoða þetta út frá rétti þeirra til að mega fá samning til að geta boðið upp á ákveðna þjónustu. Þannig mannum finnst þetta það sem ég set spurningamerki við þegar maður bakkar svona nokkur skref, bara hvernig einhvern veginn endur við á þeim stað að við þurfum einhvern veginn að fara að bjóða allt út og maður spyr sér líka bara eins og með ræstingar, væri ekki bara hagkvæmara að sveitafélög væri bara sjálf með fastráðið starfsfólk, það kemur veg fyrir ýmislegt eins og til dæmis við erum með lögfræðinga sem að fara yfir samninga, það eftirlit, það verið að fylgjast með og svo kannski kemur í ljós að það ekki verið að fylgja öllum samningum, hvað gerum við þá, hver ber ábyrgð, hvernig virkar keðjuábyrgð, hvað heimild hafa sveitafélögin til að bregðast við eða kemur síðan í ljós að eitthvað fyrirtæki hafi ekki verið að standa sig, þannig að maður velti líka fyrir sig bara hver kostnaðurinn við alla þessa umgjörð, það hlýtur líka að vera sláta. Sko, hér aðeins búið að tala sameiningu sveitafélaga, en það aldeilis hjá ykkur í Reykjanesbæ, sameinast Suðurnesjabæ og Vogum, þetta á samningaborðinu bara? Já, við höfum verið í viðræðum og þarna talandi jöfnunarsjóð, að þeirra kerfi í börnin sín, það alveg þannig að það náttúrulega búið að vera búið að eyða miklu púðri í einhverja sameininga viðræður og það sem sagt Reykjanesbæ, Suðurnesjabær sem þá Sandgerði og Garður og síðan það Vogar. Og þegar var farið að stað að það voru Grindvíkingar búnir að hafna því að fara inn í þennan pakka og þeir eru náttúrulega, það gengur ekkit núna í allir þessari óvissu að fara að taka þá með. Það samþykktu öll þessi sveitafélög að halda áfram en eins og var nefnt hérna áðan að þá verið að gera breyting á jöfnunarsjóðnum og það ein óvissan. En eins og staðan núna og þegar horftir á fjárhagslega bara ef þessi sveitafélög samanast að þá getur orðið töluvert tap á tekjum frá jöfnunarsjóði. Og það bara við það að saminast. Og þá verið að lofa því jöfnunarsjóði að fyrstu 3 eða 4 árin að þá þetta allt í lagi eða 6 ára eða eitthvað svona. En það mikil óvissa og svo líka að jöfnunarsjóðurinn ekkert gefið mál. Eins og við vitum hérna á sveitarstjórnarstiginu að þessi erfiðleikar sem voru í Grindavík, að þar var að hluta til að ríkisstjórnin að taka peninga okkar mati úr jöfnunarsjóðunum til þess að aðstoða Grindvíkingana og hvað þýddi það að hin sveitarfélagi fá minna. Þannig að þetta mjög flókið útreikningsdæmi varðandi jöfnunarsjóðun og þessar nýju reglur, það mjög mismunandi eins og við vitum að Akarnes og Suðurnesjabær koma illa út úr þessu nýju reglum ef að þær verða óbreyttar. Önnur sveitarfélög eins og Reykjanesbær ætti að koma ágætlega en núna hafa tekjurnar bara aukið svo rosalega á Reykjanesbæ og það gæti fara að refsa okkur. Þannig að eins og ég segi flugvöllunum eða hvað það? Já, það náttúrulega bara starfsfólkinu þar? Já, það hefur bara verið mikið þegar að bara í kringur hrunið, þegar að sjálfstæðismenn voru þá var búið að byggja upp gríðarlega mikið að lóðum og annað og þetta var allt tilbúið bara Sam og Kópavogur lenti á sínum tíma og Hafnarfjörður að þá náttúrulega voru lóðir og allt tilbúið og svo bara húrrast inn tekjur þegar farið að flytja þar inn þú ert í miklum erfileikum á meðan þú ert að byggja skóla og byggja leikskóla og gera götur og allt þetta enda eru við alltaf sækjandi nýja skatta sem gjörsamlega óþolandi eins og innvegaskatta eða innvegagjöld af því að það bara stöndum ekkert undir þessu það bara þannig og mér finnst þetta mjög gott sem kom fram áðan varðandi það að það líka spurning hvað ríkið að sjá og hvað sveitarfélögin að sjá og við erum til dæmis þegar málefni fattara fór yfir til sveitarfélagana að það hefur sá málaflokkur út af breyting á lögum að það hefur það aukist alveg rosalega útgjöldin og það ég ekki að segja að það hafi ekki átt að vera ég bara að segja að það ekki peningar þarna og þá það spurning hefði þurft að koma meiri meðgjöf þannig að þetta bara eilíða verkefni Já, en ég held líka en ég veit ekki hvað ykkur finnst það en ef að Reykjanesbær að auka tekjur sínar þá náttúrulega hlýtur að vera minni þörf á jöfnuði
inn í þá púlíu. En það má náttúrulega ekki vera öfugur hvati fyrir sveitarfélög til að saminast. Ég alveg tek undir það. En síðan sko bara hversu sjálfbært þá þessi 3 sveitarfélög verða saman er eitthvað sem að þarf að horfa þá út frá þessum nýju reglum í jöfnunarsjóð. Ég teka fram að ég seti í ráðgjafanefndinni fyrir jöfnunarsjóðan sko. Og líka varandi Grindavík að það var náttúrulega ráðherra sem gerði sérstakann samning upp á eitthvað 600 milljónir en það er ekki búið að greiða það út. Það er svona bara það eftir að koma í ljós, þetta er svo mikil óvissa með Grindavík og það eftir að koma í ljós bara hversu tekjutapið verður mikið. Nú ef það verður ekki mikið þá veit maður ekkert hvað verður mikið greitt út en þetta snýst náttúrulega bara það að þegar svona rykið fara að setjast og óvissan minnkar bara hvar enda íbúarnir og það er náttúrulega sveitarfélög þurfa að fá þá þær tekjur sem að fylgja íbúanum eðlilega. Þannig að þetta er svona ennþá allavega en tekjurnar koma alltaf eftir á. Það er sem eins og Reykjanesbær í rauninni þyrfti að fara að byggja 2 grunnskóla núna. Þú veist, ég meina, það er náttúrulega bara rosalegt fyrir svona sveitafélag, fyrir utan náttúrulega leikskólana og svo reksturinn á sig. Og þú ert ekkert endilega farin að koma með tekjurnar inn. Þú veist, það tekur tíma að vinna það upp og þá ertu komin yfir ákveð skulda viðmið. Það er bara hvað máttu skulda og svo framvegis. Þessi fjárhagslegu viðmið sveitafélaga sem að er bara hartfyllt eftir. Við erum bara sveitafélögin eru bara undir smásjá, sko, manni líður stundum eins og við séum að reka eitthvað svona óregluheimili, sko, sem er bara með eftirlitið andandi ofan í hálsmáli frá degi til dag, sko. Þess að við megum ekki skulda of mikið, við megum ekki svona bæta á okkur of miklum böggum inn í framtíðina. Við verðum að vera undir ákveðnum viðmiðum. Við verðum að skila ákveðinni framlegð úr rekstri og þarna eru bara viðmið, það er bara prósentutölu sem við þurfum að ná. Ef við náum þeim ekki, þá fáum við bara skammabréf frá eftirlitsnefnd. Og þannig að eins og sé, þetta er á sama tíma finnst manni einhvern veginn í ríkissjóði geta leikja lausum hala og bara gert það sem þið sýnist en þessi hluti hins opinbera lítur einhvern veginn öðrum reglum og nákvæmlega eins og Margrét segir þetta hamlar okkur í því að geta fjárfest fyrir framtíðar íbúaþróun eða framtíðar fjölgun aðeins varðandi jöfnunarsjóðs frumvarpið. Ég veit þetta hljómar ekkit rosa spennandi, þetta er ekkit mjög sexy umræðefni, en sko... Þú veist kannski útskýra þessi jöfnunarsjóðs. En þetta er samt stóra málið hjá mörgum sveitarstjórnum í dag. Bara mun þetta frumvarp fari gegn eins og það er og mun það þjóna markmiðum sínum og ég sagði áðan að þetta myndi þýða 115 milljóna tekjufall fyrir Akraneskaupstað sem er rosa bara högg. Það þýðir ekki að við séum á móti hugmyndunum sem að frumvarpið byggir á. Þannig að þess að svona í stóru myndinni að þá er verið að hvetja til þess að sameina sveitafélög, fækka þeim og styrkja þau. Og við erum svo sannarlega sammála þeirri hugmyndafræði á Akranesi. Maður sér það bara þegar maður fer yfir sko áhrifina á sveitafélögin sem fara best út úr þessu eru víðlend sveitafélög með marga íbúðakjarna. Víðlend strjálbíl með marga þéttbýliskjarna. Þannig að á meðan að sko þetta frumvarp eins og það er sett fram í dag, það hreinlega gengur frá sumum sveitafélögum sko. Nefni bara lítil sveitafélög fámenn eins og Súðavíkurhrepp eða Reykhólasveit. Ég sé ekki bara hvernig þau munu lifa þetta af sko. Verða að leita sameininga sko. Ég held að þetta komið verst niður á Mosfellsbæ. Þetta kemur gríðarlega illa við Mosfellsbæ. Ég bara 300 milljóna. Ég bara skil Regínu fyrirrandi bæjarstjóran okkar mjög vel að vera alveg sótíll yfir þessu. Já. En svo náttúrulega bara eru umsegnunar, ég held að séu komnar inn núna, þannig að það er sjá hvernig... Hvers vegna? Mosfellsbær, þau geta ekki saman þess neitt? Nei, ég mitt.
Ég eiginlega skil ekki hvers vegna. Þetta er samsetningin, já. Þetta eru tekjur fyrir íbúa, þetta eru samsetning íbúana, þetta eru útlendingarnir, þetta eru fatlaðir, þetta eru félagslegar aðstæður. Þetta eru félagsleg þjónusta. Og sá þáttur, sem sagt bara að taka tillit til þjónustu þyngdar sveitarfélagana, hvað var að félagslega þjónustu, er stór ágalli á þessu frumvarpi núna, eins og það er. Sanna talaði hérna áðan þetta höfuðstaðaálagið sem er bara mjög gott og ég bara styð þá hugsun algjörlega að sveitarfélög eins og Reykjavík og Akureyri sem að sannarlega fá á sig bara á sjálfu sér ákveðin þunga af félagslegri aðstoð við fólk, félagslegri þjónustu, að það sé metið þeim til tekna þegar að tekjur sveitarfélaga eru jafnaðar í gegnum jöfnunarsjóð. Þetta á bara við fleiri, þó það sé ekki á sama skala. Og Akranes er bara skýrt dæmi það. Við erum þessi staði fyrir Vesturland. Við erum að bjóða upp á alls konar félagslega þjónustu sem önnur sveitarfélög á Vesturlandi ger ekki og hafa einfaldlega ekki burði til. Félagsleg þjónusta tekur 21% af skattekjum Akurnesinga og meðan að sama prósenta er undir 10% í næsta sveitarfélagi. Og við erum líka svolítið sérstaklega í sveit sett með það að við eigum bara einn nágranna og þau hafa engan áhuga á samvinningu. Sem er Hvalfjarðarsveit. Og við höfum alveg rætt það er ekki að þau tala með dreifða þéttbýliskjarna, það ekki líkur á ekki kemur ekki þá að því að Akranes og það er bara alveg aðtöfandi bara algjörlega. En þetta er í raun og veru það sem að ég les meðal annars út úr þessu frumvarpi er það að það er eiginlega verið að taka pólitíska ákvörðinu það að sveitarfélög eins og Akranes, landlítið og þéttbýlt sveitarfélag, svona sveitarfélag er ekki að vera til. Það er reyndar núna frumvarp út af börnum með fjölþætta vanda því að það var nefnt áðan og það er búið að menn voru að tengja við kjarasamningana en það er náttúrulega hættulegt að byrja á því að bara vera með einhver ákveðinni ríkisstjórn sem að með svona mikla breytingu en við lítum á það þannig að það sé í rauninni bara formsatriði að samþykkja að börn með fjölþætta vanda að ríki taki þann kostnað yfir og þetta er einmitt bara þannig að við útskýrum að þetta eru mjög þungir, ég veit það er svo viðkvæmt að tala um þetta. Þetta eru einstaklingar sem eru mjög dýrir, þú veist, og þeir eru dýrir og þú vilt gera vel. Og það er náttúrulega getur bara eitt lítið sveitafélag, ef eitt svona patt á 2 flytja í sveitafélagið, að þá ertu að tala rosalega upphæðir. Allt á hliðina. Það fyrir alltaf hliðina. Þannig að þetta er sem betur fyrir verið að breyta þessu vegna þess að það er náttúrulega ömuleg umræða fyrir líka foreldrar og aðstandendur að bara við það að flytja á milli að þá er þetta orðin einhver baggi. Það er ágætt að vera svoleiðis. Þannig að núna er ríkið að taka þetta yfir og við reiknum bara með að það sé orðin hlutur. Þó að sé svona formsatriðið en talandi út af kjarasamningunum það var eitthvað að tengja þetta saman. Í dag eru við ekki í Reykjanesbæ neitt svona tilfelli. Aftur á móti Suðurnesjabær er það. Þannig að þarna kemur þetta mjög misjafnlega á sveitarfélögin og það er talað um að þetta er ekki að skerða neitt hjá jöfnunarsjóði. Þannig að það er ákveðin innspýtingin í jöfnunarsjóðin. En eigum að segja þeir sem har hlustað á okkur, hvað er jöfnunarsjóð? Hvaðan koma peningarnir? Við getum ekki talað um eitthvað hugmynd. Þetta er svona sósíalísk hugsun. Það er bara, Sannar ábyggilega mjög ánægð með þetta og Gunnar Smári bróðinn. Þetta er það peningarnir eru teknir af sveitarfélögunum og þeir eru settir aftur til að borga allir inn, bæði sveitarfélög og ríki. Sem borga inn. Og svo er þessu dreift eftir þessari formúlu sem að verða núna mögulega að breyta. Sem á að tryggja jöfnum. En af hverju vera breytt? Til að hvetja sveitarfélög til sameiningar? Kannski bæta við að þetta er í rauninni aðalega vegna barna sem eru þá einmitt að koma erlendis frá og svo vegna fatlara, vegna
fatlaðs fólks. Þannig að þetta og tekju líka einstaklinga, kostnaður við grunnskólana sem spila síðan inn í varðandi sko, hvers sveitafélag greiðir eitthvað í hennar sjóð og fær tilbaka, en reglunda gildi ekki eins allstaðar, þannig að þetta er alveg dálítið stórt. Það væri alveg sér þáttur að fara yfir. Grundvallar hugsunin er þessi, öll sveitafélag fá pening úr jöfnunarsjóði til að reka grunnskóla. Þau fá öll pening úr jöfnunarsjóði til að sinna ákveðinni þjónustu við fatlaða. Síðan er útgjalda þörf sveitafélaga metin og jöfnunarsjóði ætlað að koma til móts við hana og síðan eru tekjumöguleikar sveitafélaga metnir og jöfnunarsjóði ætlað að koma til móts við þá. Það kemur nú sönnu sem vill útsvara á fjármagnstekjur. Og eins og til dæmis ef að sveitafélög, af því það er ákveðin útsvarsprósenta og ef að sveitafélög eru kannski ekki með þetta í hámarki, að þá samkvæmt þessum nýju viðmiðum er þá verið að líta til þess hvort að sveitafélög hafi tækifæri til að afla frekar tekna og þá eru svona bæjarstjórar eins og bæjarstjórinn í Kópavogi sem að hefur gagnrýnt það og en mér er alveg sko þegar við tölum sveitarstjórnarstigið þá finnst mér alveg líka gagnlegt að ræða getum við hugsað þetta öðruvísi, er einhver verkefni sem sveitafélögin geta unnið saman, getum við litið til svona fyrirmyndra erlendis sem varandi 3. stjórnsýslustigið, er það eitthvað sem við ættum að skoða nánar eða er það algjörlega út á myndinni og auðvitað bara varðandi því við vorum að tala um skuldaviðmiðin áðan, það er svo ofta einhver svona utanakomandi, þvingandi reglugerðir af markmið sem eru sett sem að þetta gerða verkum að sveitafélögin eru kannski ekki að setja fram sína áætlanir byggða á því hvernig þau myndu vilja gera hlutina, heldur frekar að aðlaga sig að einhverju svona ytri ákvörðunum eins og til dæmis varðandi sameiningu sveitafélagana, þannig að mér finnst það líka alveg verið eitthvað sem að mætti alveg ræða nánar, hvort að það sé eitthvað svona hægt að vinna einhverja hluti nánar saman. Mér finnst svona eftirlitsnefnd með fjármála sveitafélag, kannski er það bara svona, það sem ég var framkvæmdastjóri í Deloitte, það er svona fjármála hugsunni hjá mér, að þá finnst mér sko eftirlitsnefnd með fjármála sveitafélag góða sumu leyti, að það er ákveðið aðhald og það er gott og fólk á að vera með ákveðna áætlanir og fjárfestingar. En það sem okkur finnst vanta og algar kom vel inn á, að það eru til dæmis eins og þegar sko, sveitafélög er að stækka og þú kemst ekki hjá öðru en að byggja grunnskóla og ákveðna hluti og svona, að það er ekkert sem segir að gefa svigrúm í smá tíma áður en tekjum að koma inn og svona. Það er ofta að tala um að það þurfi kannski ekki að vera svona rosalega ferkantaður, þú veist, að þetta sé eftirlit en þú þurfi þá að koma með góður rök og hvernig það er að borga þetta tilbaka. Við ætlum ekki að fá eitthvað Altanes upp hérna hjá mörgum sveitafélögum, þar sem að sveitafélög bara fara á hausinn. Þannig að ég held að eftirlitsnefndin sé góð, en þetta þarf að vera ekki bara sko ramminn og ferkantur. Já. Ég er nú fyrir að segja þessum bæjarstjórnarfundi er lokið. Já. Það er örugglega bara að segja sem að fólk sem nennir að hlusta á okkur þetta. Nei, og við komumst ekkert í innviðaskuldina. Nei, það er bara sko samstöðum verið lifandi marga vikur enn, ég hóa bara í annan bæjarstjórn. Það er ekki að vera fastu dagsfáliði bara. Sveitarstjórnarstigið fær ekki alltaf nægilega mikla athygli. Já, við aðtöðum það. Þetta er Margrét, Valgarður, Sanna og Theodóra. Þakka ykkur fyrir að vera með okkur. En hér eftir augnablik sest Gunnar Smári hjá mér og við ætlum að tala um það sem þau hafa verið að tala. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.